Halldór Ásgeirsson. Dóri, þú fékkst alveg kjöri tækifæri hérna forundaga til þess að gera 6 mörk í leik á móti FH. En þú klúðraðir í. Ætlar að klúðra einhverju á Reunion fótbolta 2011 í Boganum eða kvitta fyrir þetta? Hvað ætlar að vera með? Ég er svona með hversu hratt ég fer yfir, þá ætla ég að spila með stöðmæli. Ég held að það sé bara staðan hjá mér í dag. Ég fer nú ekki hratt yfir, þannig að hérna hvort ég spila eitthvað, það var bara komið ljós. Hausinn er klár og allt þetta, er ekki lappirna líka tilbúin í slaginn? Hausinn er langt á undan löppunum og búin að vera nokkuð lengi. En hérna, það eins og ég segi, ég er svona rétt fann að geta gengið aftur eftir pólamóti og svona aðeins fann að geta hlaupið eftir það. Það tók nokkra mánuði, það er bara staðreynd. Þannig að hérna, það er svona spurning hversu miklu maður getur tjaldað, en kannski reynir maður eitthvað. Dóri, er þetta ekki bara fín uppbytun fyrir næsta pólamót? Já, það getur vel verið að þetta sé ágætis uppbytun, en ef uppbytunin er fann að taka svo á að maður getur ekki hreitt sér næstu mánuðina, þá er kannski betra að sleppa því hitt upp. Þetta verður gaman örgla. Er það ekki, og þú skorar náttúrulega og bara á þína kynslóð og menn fyrir ofan í aldri og neðan og alla að koma og kalla á kettlingar og er ekki KM líka velkomni í þetta? Jú, það er ekki spurning sko, gamlir og geðstyrðir og styrðir leikmenn og KM-menn, allir velkomnir. Það er kannski ekki dvola margir sem eru jafnvel en mér sem að ég get leitað til en kannski einhvers staðar í kringum mig. Þannig að hérna, maður verður kannski einhvers staðar með mönnum á svipuðu róli. Menn verða kannski ekki dvola stífir á aldurstakmörkunum, 1 ár pluss mínus skiptir ekki öllum máli? Ég held að það sé svona hugmyndin að menn geti saminast svona í einhverjum svona 2 ára árgangar. Það geti kannski svona farið saman, runnið saman í eitt lið. Ég held að það sé ágætis plan. Þetta voru þú allan að þú kemur í Bógan og við sjáum til hvað verður úr? Yes, við reynum það. Takk fyrir. Takk. Það fór illa fyrir einhverjum hann í síðustu rauðklæddum djöflum í síðustu helgi. Þú ert ekkert að láta það pirra að þú mætir grimmur í Reunion 2011 eða hvað? Sjálfsögum mæti ég, en ég er svona kannski mest svektur með að Bjössi Vita mæti ekki. Ég hefði hefnt fyrir þessi úrslit á móti honum. Hann er líklega einn af 2 sittimönnum hérna á Akureyri, bæði bestu öll. Spurning hvort hinn mæti. Áttu vonaði að sé svolítið breytt brosi á Bjössa út í Noregi núna? Ég sé hann alveg fyrir mér sko. Hann er búinn að örugglega auka og bæta við tattúi og svona ýmislegt. En hvað með kónginn? Er hann klár? Þú mætir alveg galvaskur? Já, ég ætla að mæta með hérna mína menn. Strákan að fætta 68. Ég þarf svona aðeins aðtöku hvernig ástandi þeir eru í. Það er ekki bara hagrætt í stöðum eftir ástandi? Jú, við náttúrulega höfum hérna viku til að að koma okkur í gang og hérna við verðum í æfingabúði fram á móti. Er ekki bara eins og Dóri Ásgeirs sagði við okkur, er þetta ekki bara létt uppbytun fyrir næsta pólamót? Jú, að mörgu leyti við ætlum í þetta mót til að vinna. Það er ekki nema síður sem kemur til greina? Ekkert annað. Hlynur, viltu ekki skora á einhverja gamla kempur hérna, KM-menn eða Magnamenn eða Dalvíkinga, Ólafseyringa, hverja sem er að koma? Ég skora bara á sér flesta sem hafa og er að spila einhvern fótbolta að koma og skrá sig á þetta mót. Ég held að þetta sé og verði merkilega gaman og það er alltaf gaman að hitta gamla félaga. Þannig að það er allt klárt. Allt klárt. Takk fyrir að ganga yfir.
Bjarni Hafþór Helgason, gamall refur í boltanum, hvað ætlar að gera næstu helgi? Sko, félagaglugginn er náttúrulega ennþá opinn hvað mig varðar og ég reikna með að spila og stefna á það. Það má nú geta þess að ég er náttúrulega nýkomin úr aðgerð á nefi sem að skiptir auðvitað miklu máli. Það var nefnilega, svo ég segi nú frá því, þó að það sé kannski ekki beint sko, stærsta mál þessa móts, að þá var skakt í mig Miðsnesi hérna og búið að vera í áraraðir af því að ég var skallaður á mínum yngri árum. Steini Birgis neitar að hafa gert þetta í Káa, Ellingur Kristjáns Káa neitar líka, hans ég aldrei þóraði skallaði við þessu, en þess að það búið að laga á mig Miðsnesi, það var gert núna í september og þannig að ég er orðin klár sko, og vona nú að þeir komi bara með lið líka sko, þeir geta þá bara haldið áfram að skalla mút af vellinu eins og þeir geta alltaf hafa gert, en vel að merkja þessi derbyleikir okkar við Káa eru svona mínar bestu minningar. Ég skoraði alltaf á móti Káa, alltaf, og ég reikna með á þessu móti að gera það líka og þannig sumir sem að halda þetta væri sko eitthvað árgangamót bara fyrir Þórsara sko, það er auðvitað alls ekki þannig, þannig að auðvitað vera Káamenn og allir sem að, og konur alveg í stóru stíl. Það er náttúrulega, já, að þú nefnir Káamenn, það er náttúrulega verið sérlega gaman að fá þá því að þú nýtur þess mjög að vinna þá eða tampa fyrir um eða bara yfir höfu bara að glíma við þá. Já, ég held að væri alveg sérstaklega ánægilegt að fá dálítið góða mætingur frá Káamenn. Ég skora á það að koma með lið og ég ætla náttúrulega að vísu að taka það skýrt fram að ég óskættir í sérstaklega að fara ekki aftur að skalla á mig Miðsnesi, það er nýbúið að gera við það og það er auðvitað eitthvað sem geti gerst aftur þó þið viðurkenna ekki að hafa gert það en við viljum auðvitað fá lið frá Káamönnum og helst mörglið og stelpurna líka í alveg í stórum stíl. Þannig að nú er búið að laga Miðsnesi og allt annað í höfðinu er í lagi, þannig að það er ekki til fyrirstöðu að koma og láta ljósið skína hérna í Bóganum næstu helgi. Nei, 15. nóvember ætti maður geta gert það. Það er að vísu svolítið, ég var svolítið kvektur á því að ég er hérna í Bóganum 2 í viku með strákunum, gamlir Þórsarar og Káamenn sko og fleiri og það er nú fullt af strákun sem að ég rekna með að geti búið til lið og mæti með eitthvað. Ég var svolítið kvektur að þegar ég var að byrja að koma aftur eftir aðgerðin að menn voru að gefa í skyn að það væri búið að sarga þannig í markanefið á mér að þetta sem sagt að það væri basically ónýtt og virkaði ekki lengur. Mér fannst það svona heldur, hérna hringir á mig síminn, ég ætla ekki að svara núna, já þetta er félagaglugginn, nú er verið að skipuleggja, nú er allt að fara af stað sko og það verður allt vitlaust í hérna varðandi skipulagningu liða, þarna verið að sækja á mig sko, ég veit alveg hver þetta er og hvað á að ræða, þetta er ákveðið liðskipan sem verið að fara yfir. Feitustu bit þetta á markanum, þeir náttúrulega, það er engi friður. Nei, og ef maður vilja fá alveg þunga í sóknina, þá er ég klár, skilur. Bjarni Hafþór, þakka þér og gangið þér. Takk fyrir kærlega.